Þá ætlum við að halda áfram í föstudagsþættinum sem við tökum upp að þessu sinni hérna á Hótel Blönduósi og tilefnið eru þetta Húnavaka sem framundan og gríðarleg stemming í bænum. Eitt af því sem að gerist þar stóri fyrirtækjadagurinn og við ætlum aðeins að tala hann og fengi hérna, fulltrúa atvinnulífsins og fulltrúa sveitafélagsins, getum við ekki orðað það þannig. Hvernig, ef þú kannski bara byrjar, hvernig atvinnulífið á Blönduósi? Atvinnulífið á Blönduósi bara fjölbreytt. Við náttúrulega erum hérna, þetta landbúnaðarbær, Blönduósbær og erum að sinna landbúnaðinum náttúrulega mjög vel og ríkulega en að sjálfsög eru fleiri fyrirtæki sem eru hérna á landsvísu mjög sterk og ég myndi segja bara að svona öllu jafna þetta bara mjög sterkt og gott fyrirtækjaumhverfi hér á Blönduósi. Þetta fjölbreytt atvinnulíf? Já, ég myndi segja það svona á svona landsbyggðarvísu myndi ég segja það. Það kemur mörgum á óvart hvað atvinnulíf á Blönduósi mjög fjölbreytt og þess vegna var þetta ákvörðun tekin að vera með fyrirtækjadag að leyfa gestum og gangandi að koma og skoða í rauninni hvað að gerast hérna í Blönduósbæ. Það einmitt bönum þá sem keyra í gegnum bæinn að það ekkert margir sem gerir sér grein fyrir stærðina á bænum. Til dæmis núna við inn í gamla bænum eins og hann kallaður, á hótelinu. Það ekkert margir sem að leggja leið sína þangað þegar þeir að keyra hérna í gegnum bæinn. Nei, akkurat. Þetta nefnilega kemur mörgum alveg ótrúlega óvart hvað í rauninni Blönduósbær stór bær. Þetta ekki stór bær en miklu stærri en fólk gerir sig grein fyrir. Svona þekktu fyrir það að fólk keyri hér í gegn og annað en nú maður svona finnur fyrir því svona undanfærin ár hvað fólk að átta svo stærðinni, fólk að dvelja hérna meira. Við erum byggðu hérna Sundlaug árið 2010 og fólk að staldra meira við og að átta svo því að það meira spunnið í Blönduósbær en að bara keyra hérna í gegn. Bara að keyra hingað inn í gamla þá upplifir bæinn á allt annan hátt sko. Þú farið allt annað tilfinningu fyrir. Algjörlega. En átak, þið eruð að fagna 40 ára afmæli þessa myndir, það ekki? Segðu okkur aðeins kannski fyrst frá því hvaða fyrirtæki þetta? Jú, það átaki 40 ára á þessu ári, klárlega. En það halda margir að þetta hafi verið prentvilla, ef verið 4 ára. Já. En það klárlega 40 ára. Já. Það var stofnað 1974 sem kranafyrirtæki og svo eru svona 6-8 ár síðan að þetta var rafmagnsverktakafyrirtæki, en með sama nafnið alltaf. Hvernig að reka fyrirtæki í svona bæjarfélagi? Já, það bara mjög gott, sko. Það náttúrulega svolítið sveiflur. Það ekki stór verk fyrir rafverktaka. En þetta svona nokkuð jafnt, þetta svona þjónusta og við erum að bara gera eiginlega allt sem okkur dettur í hug. Gera við handfærarúllur og gera við þvottavélar og leggja raflagnir og það verður eiginlega að taka bara allt. Já, bara reddi því sem kemur inn á borðið? Já, bara til þess að, bara taka allt sem kemur inn. Stóri fyrirtækjadagurinn, þið svona fastur liður í Húnavíku og þið takið þátt í honum. Þetta mikilvægt upp á að geta kynnt starfsemina fyrir bæjarbúum og jafnvel þeir sem leið hjá? Já, þetta bara mjög gott og bara gaman. Þetta skemmtilegt að koma allir saman og eins og þarna í línunni þar sem við erum, bara fyrirtæki koma allir saman og grilla fyrir utan. Svo eru opin fyrirtæki hérna allan bæ. Ég held bara flest fyrirtæki. Maður hefur tekið svolítið eftir þegar þetta gert, að það eru haldnir svona fyrirtækjadagar víða, að það kemur ekki eiginlega síður heimafólki á óvart bara hversu víðtæk starfsemin þegar þetta dreigir svolítið út úr skilinni. Það svipað hér? Já, nákvæmlega sko. Sko, ég held að oft fólk gerir sér ekki grein fyrir því, sko, jafnvel innan bæjarins, sko, hvað atvinnulífið sko, já, hvað mörg fyrirtæki þarna inni og hvað sko, atvinnulífið í sjálfum sér blómlegt, mörg fyrirtækina gengur náttúrulega mjög vel og það oft svona, fólk oft líka svolítið feimið að koma og kynna sér þetta, fólk kannski veit af því en það ekkert endilega að koma á starfsstöðina og kynna sér hvað virkilega fer fram og annað, þannig að það rétt sem hún segir, þetta svona kemur mörgum á óvart. Nú náttúrulega búið að ræða mikið flutning opinberra starfa út á land. Hvernig staðan á opinberum störfum hér? Já, við náttúrulega fögnum öllu, sko. Við tökum vel á móti öllum opinberum störfum hingað á Blönduós og sjálfsög eru opinber störf hérna og við erum hérna með náttúrulega heilbrigðisstofnun og sýslumannsembætti og innheimtu stofnun fyrir sakar og fyrir sektar og sakarkostnað og sem náttúrulega fyrir okkur gríðarlega mikilvægt
fyrir okkur að vera með þessi störf og við fögnum öllu. Og svo þið nú með eitt frægasta lögregluteymi landsins. Duglegasta. Já, og það var í fréttum daginn að það væri glæpir per íbúa, væru fæstur á Blönduósi, þannig að við erum bara stoltir okkar lögreglumönnum, þeir að standa sér virkilega vel og okkar íbúum er svo líka því að þetta virkar náttúrulega báða þau. En hraðakstur per Íslending er sennilega mestur í þeirra umdæmi eða ekki? Nei, þeir sekta ekki heimamenni það. Það er einn af þeim kostum að búa hér á Sauðárkróki. Þetta er búið að vera lengi í Íslendingum, það er Blönduósarlöggan að maður er margir hræddir við hana. Já. Og eiga kannski vera. Já, þetta er mjög gott. Halda sér á mottunni. En er þetta enginn galli að vera svona á hraðbraut? Í gegnum bæinn? Nei, ég held að það sé alls ekki. Umferðin, hún fer bara vel fram hér í gegnum bæinn og samfélagið er orðið mjög náttúrulega vant þessari umferð og þetta er ekkert vandamál. Þið eru nú með ykkar fyrirtæki nánast við þjóðveginn, þannig að þið eru hugsanlega að fá fleiri heldur en heimamenn í heimsóknartilvikar á föstudeginum. Já, ég held það, já. Þeir hætta við á stoppuna að neinum og fara alla leið upp til ykkur í Kaffi og Kleinur? Já, það er eitthvað af því, sko. En þetta er aðalega heimamenn sem koma í fyrirtækin. En það er að gera bara, er það ekki að hvetja fólk til þess að taka þátt í þessu? Ætlið þið að gera eitthvað annað en að taka þátt í fyrirtækjadeginu? Hvað ætlið þið að gera helst á Húnavík? Það er náttúrulega langt mál. Það er tjútt og skrell og fjölskyldur. Já, það er fjölskylduskemmtun og laugardeginum og ball með Páli Óskar á laugardeginum og listflug hér yfir Blöndu og hvaðina. Söfn og setur opinn, heimilisinna sem lagrasetur og textilsetur Kvennaskólinn og Hafísetur og í Guð má vita hvað og það verður bara æðisleg stuð. Hvað ætlið þið sjálf að gera? Ég ætla nú bara að klára þennan fyrirtækjadaga þarna og með stæl og svo sjáum við til. Á ekki að draga frúna á palla? Ball með palla? Jó, ég sé til henni. Það getur vel verið. Hún er allavega ánægð með það. Já. Palli kleikar ekki, það fara allir á palla. Já, nákvæmlega. Herðu, takk fyrir þetta og bara góða skemmtun helgina og aftur hvetjum við bara sannlega þess að koma yfir á Blöndur og taka þátt í Húnavíku. En eftir ætlum við að hitta Hákon Guðna sem er upprifandi tónlistarmaður.